Sko, í síðasta þætti töluðum allt accumulation, manipulation, distribution, þannig að við erum komið tvennt niður sem þá algoritmi, það sem markaðurinn snýst aðalega svo það þessi manipulation distribution hlutin sem að markaðurinn þarf svolítið á að halda til að geta virkað og að lokum það starffræðin á bakvið þetta sem sem sagt OTE, Optimal Trade Entry og svo Standard Deviation. Markaðurinn sækist í þessar Standard Deviations til að uppfylla sína þarfir og þetta eru Fibonacci tölur. Ef þið munið ekki hvað Fibonacci úr skóla, það sem sagt 1 + 1 eru 2, 1 + 2 eru 3, 2 + 3 eru 5, 3 + 5 eru 8, sem sagt talan á eftir á pluss talan sem þú ert núna með í aft og næsta tala. Þetta kallast sem sagt the golden ratio og við notum akkurat 1 + 1 er í aft og 2 og 1 + 2 er í aft og 3 og lokum 2 + 3 er í aft og 5 en við tökum sem sagt 4 í staðinn. Það einhver starffræði á bak við það líka. Þetta snýst allt Leonardo Bonacci aka Fibonacci sem sem sagt ítalskur starffræðingur sem fann upp úr þessu að þetta sequence, að þetta gerist alltaf. Náttúran endurtekur þetta, við endurtökum þetta og einnig markaðurinn endurtekur þetta. Og ef þið vitið hvað options trading, call og puts, þeta, gamma, delta og alfa eru öll reiknuð út úr Fibonacci og sem sýnir svolítið bara hversu mikið þessar tölur eru notaðar í dag. Þetta virkilega einföld starffræði, eins og ég sagði, þetta aðalega bara plus og sinnum. -4 það sem markaðurinn sækist aðalega í. Ég man ekki akkurat af hverju það og ég ætla ekki að útskýra hvað það því að ég ekki að fara að ljúga ykkur. Ég ætla einfaldlega að segja að það bara ekki þannig. En já, það einhver ástæða af hverju -4 svona algengt. En ég búinn að stróka allt út af chartinu mínu og ég ætla að sýna ykkur hvernig það virkar. Þið munið öll eftir hvernig breaker block myndast. Það sem sagt low, high, lower, low, higher, high. Þetta bullish breaker block, það væri það þessi hér. Og við tökum þá starffræðingu eininguna af þessu hérna. Ég vil svolítið að þið vitið að þetta virkar á hvaða hlut sem hvort notið order block eða opening range eða hvað sem það alltaf starffræði uppfyllingar sem að markaðurinn þarf að uppfylla og þið getið svolítið fundið út eitthvað patterns eða eitthvað frequency með hvernig þetta virkar. Sem sagt, ef að þið takið eftir að klukkan 8 þá -2 af 4 nóttkertinu að nást. Sem sagt, ef þið takið Fibonacci sequenceið eða standard deviationið af 4 AM candleinu eða 4 nóttkertinu og þið sjáu kannski 8 morgunin svo, þá þetta uppfyllast að -2 sé að nást. Sem þýðir bara að það eru alltaf patterna sem að þið getið fundið út úr og jú, það getur verið tilviljun að sjálfsögðu en þetta einnig líka starffræði. Oftast þetta starffræði, það kemur fyrir þetta sé tilviljun. Þannig að ef þið prófið ykkur áfram með standard deviation, þið munið finna eitthvað sem hittar. Mjög gott dæmi að Tony í Discordinu, hann fann út að, hvað var það, 930 kertið, eða 930 orderblokkin virtur rosa oft með standard deviation. Og það ekki tilviljun, það starffræði bak við þetta. Málið bara að við notum breakerblokkan út að við höfum tekið eftir því að það virkar lang oftast. Það sem lang oftast að þið munið aldrei sjá nákvæmlega hvað markaðurinn að fara að gera. Þið væntanlega giski hvað mun gerast næst. Það veit enginn hvað að fara að gerast eftir 1 mínútu í klukkutíma í dag. Það veit enginn eða hversu hátt eða hversu lágt markaðurinn mun fara. En þetta mun svolítið sirka myndast út í kringum þennan ramma. Og þið sjáu akkurat að við erum með -1, -1,5. Þannig að eitthvað staðar innan við þennan ramma. -2, -2,5. Líka eitthvað staðar hér inni og loku -3,5, -4. Það -5, -6, -7, -8 og -10. Það ekki -9, svolítið eins og með iPhone-a. Það kom aldrei út iPhone 9, það kom 8 og svo kom 10. Það eru hærri tölur en persónlega ég ekki að treyta lengri -4 því að ég ekki í treyti sem 27 risk to reward eða eitthvað slíkt. En hvernig þetta virkar sem sagt að ef þið takið eitthvað kerti eða eitthvað range, þið getið fundið út sirka hversu hátt eða lágt markaðurinn mun fara. Þið munið aldrei ná nákvæmlega en þið munið ná sirka.
Þið getur notað þetta í consolidation, í manipulation sem að við notum það í manipulation areaðinu og þannig getum við fundið út distributionið. En fyrir svolítið í kennslefni, ég búin að útskýra hvernig allt virkar, Leonardo Bonacci og Fibonacci og allt svoleiðis. En starffræðin aspekt af hlutabréfum það að markarum mun uppfylla sinnum 2, sinnum 3, sinnum 5 lengd sem hann vill fara. Sem sagt, ef við tökum bara sem dæmi, ég ætla að stróka þetta allt út aftur hér, tökum bara, ég ætla að fara bara hérna upp, maður sjá, eitthvað stær hér, tökum bara sem dæmi að markarinn byrjar svolítið að haga sér einhvern veginn svona sloppy, fatti, einhvern veginn svona, þú veist, svolítið mikið sull, og að lokum við sjáum manipulation niður og distribution aftur upp. Þið getur fundið bæði cirka hversu langt manipulation niður mun vera og einnig hversu hátt distribution mun fara. Þetta bullish accumulation manipulation distribution, en þið getur notað Fibonacci til að finna, þú veist, út frá þessu hér, þú veist, hversu djúpt þetta mun fara, eða einnig þessu hér, þú veist, væntanlega þetta svolítið illa skrifað upp hjá mér hversu djúpt allt mun fara, eða þú veist, hvernig markarinn hafa sér, og þið munið alltaf finna út hvað þið getið teiknað út með standard deviation. Það alltaf eitthvað kerti sem að þið munið mjög léttilega sjá, já, ég get teiknað út standard deviation hér. En þið getið fundið eitthvað starf hér, ég skal sýna ykkur dæma eftir, hversu langt manipulation mun fara, og lokum getið fundið út hversu hátt distribution mun fara, sem líklega eitthvað starf hér. Þannig að ef við förum yfir bara hvað þessar tölur þýða, ef ég dreg bara út, ég ætla að draga þetta svolítið lítið út svo við sjáum allt hérna. 1 til 0, það sem sagt bara accumulation spotið. Ég ekki með það draga út, þannig að ég ætla að gera bara grátt, fattu. Þetta bara það sem markarinn að haga sér inn í. Þú veist, markarinn eitthvað staðar hérna inni. Við erum að draga út frá markaðinum. Þannig að 1 til 0 markaðurinn sjálfur. Það búið að gerast, það búið að gert. Það ekkert að fara að koma endilega tilbaka hingað. Þú veist, við getum ekki reikna út starffræði á þessu, heldur við þurfum kertin sjálf til að finna út hvert markaðurinn að fara. -1 til -1,5, þetta það sem heitir retracement, eða ef þið notið silver bullet, sem sagt á milli 10 til 11 og 2 til 3, þá fair value gap sem markaðurinn mun virða. Sem sagt, retracementið þá að markaðurinn kemur hingað upp og aftur tilbaka. Draga þetta aðeins til hliðar. Að markaðurinn byrjar úr þessu conditioni sem við drögum út 1 til 0, það mun fara upp í -1, -1,5, það mun koma alla leið tilbaka í 1 og 0 og síðan halda áfram aftur upp. Það það sem við búist við í -1, -1,5. Við oftast tökum ekki take profit hérna inni. Það að sjálfsögðu hægt ef að ykkar trading plan virkar þannig, en marg oft gerum við það ekki. Já, -2, -2,5, þetta sem sagt final draw, eða þú veist aðal draw frekar, ekki final draw. Þetta sem sagt take profit eða markari snýst við, sem sagt að í fullkomnu markaði þá myndi þetta vera einhvern veginn svona. Fatti, og þá getið þá dreigið standard deviation út frá þessu. Fatti, þetta væri fullkomin markaðar. Sjálfsögðu þetta ekki staðfest, ritað í stein, en þetta hvernig fullkomin markaðar -3,5, -4, þetta svolítið loka skref sem við viljum sjá. Við viljum ekkert endilega að markaðurinn fer lengri en þetta, að sjálfsögðu má hann það, en fyrir okkur þá viljum við ekki að markaðurinn fer lengra. Ef við værim í treyti, þá myndum við vilja sjá okkur það svona fucking tregt. Þá viljum við sjá að markaðurinn, þú veist, að buy side liquidity í þessu tilviki eitthvað staðar hérna fyrir ofan, eitthvað staðar hér inni meina ég. Að ef að markaðurinn skildi fara hærra en þetta, þá viljum við ekki vera partur af því. Þannig að við viljum sjá buy side liquidity annars staðar hér inni og jafnvel hérna inni líka. Þannig að ef við förum bara aftur tilbaka og skoðum þessar að myndast bara einmitt núna. Þannig að ef við draugum bara út breakerblokkin sem þá low, sem þá svona,
low, high, lower low, higher high. Þannig að þetta hér væri bullish breakerblokkin, og ef að við værum bullish í þessu tilviki þá myndum við vilja sjá ok, hér er -2, -2,5 og buy-side liquidity hérninni er akkurat inn í því. Bara færa, sorry, oh my god, svona. Þá viljum við akkurat sjá buy-side liquidity er hérninni inn í þessu -2, -2,5. Þannig að þetta hérna væri take profit 1. Við sjáum einnig -3, -3,5, -4 er inn í þessu volume imbalance hingað til hingað, eða liquidity void ætti ég að segja. Svona, það er öflugara heldur en volume imbalance. Þá myndum við akkurat vilja sjá, þú veist, take profitið annarkvort hérna eða, þú veist, consequent encouragement eða mean threshold, sem sagt 50% af þessu. Þannig að take profit 2 væri þá hér. Gera svona. Svona getum við reiknað út standard deviation, að við finnum breakerblokkin, við draugum hann út og getum þá fundið sem sagt að í fullkomnum trading, fullkomnum price action, fyrir ekki, ok, ég er upp með að tala í dag, væri þá upp inn í þetta retracement area hér, aftur niður, aftur upp, take profit 1, aðeins tilbaka, take profit 2. Einhvern veginn svona. Þetta er svona hvernig fullkomið price action myndi myndast. Að sjálfsögðu er þetta ekki garanterað, þetta er bara svona sirka varandi starffræðilega séð. Ef að starffræðin leitast meira niður, þá væntanlega það að fara að vinna, fattur ef við tökum higher timeframe, 15 mínútur, og starffræðin þar leitast niður, þá er væntanlega 1 mínútan upp ekki að fara að vinna mútið því. Þannig að ef við tökum til dæmis bara hérna til dæmis, þetta hérna litla dót, að við draugum út frá breakerblokkinum, þetta er bearish breakerblokk, þá erum við svo sett með high, low, higher high, lower low. Þá væri þessi hérna kjarti breakerblokkin, draga þetta út, svona, og við myndum þá draga standard deviation út frá high á breakerblokknum til low á breakerblokknum, sem það sem myndar hann, og við finnum þá -1, -1,4 sem er hér. Þið sjáum að markaður kemur inn í hann, fer tilbaka inn í, þetta sýnist mér new day opening gap, fer svo inn í -2 og kemur svo aftur tilbaka inn í, þannig að ef við værum í þessu treyti og við myndum sem sagt sjá að hann fyrir -1, þá myndum við kannski byrja að selja, þú veist, ég myndi líklega byrja að selja þessu orðablokk hér, þannig að þetta væri einhvern veginn svona. Stop loss okkar væri, ég veit ekki, á þessu buy side liquidity hér, svona, þessi buy side liquidity hér, og við myndum sækjast í -2, -4, 3,5 cirka, og við myndum sjá hvernig þetta væntanlega myndi planast út. -2 er eitthvað hérna, það er inverse for value gap hér, þannig að þetta væri take profit 1, þannig að ég gerir bara 1 hér. Þetta væri take profit 1, ok, við erum búin að trimma helming og jafnvel break even, þannig að fyrir suma sem fara break even þá verður þið stoppuð út, en þið fengur take profit 1, mjög gott. En þið sem myndu halda yfir allan næsta dag, þá sjáu að við erum rétt svo búin að snerta hérna -3,5. Þannig að fyrir 15 mínúna þá vill ég -4, ef þið munið inn í -3,5 -4, þá væri þetta sell-side liquidity, og þetta er akkurat það sem að ég vil sjá. Ef ég opna bara hvað ég dró út í dag, draugum þetta bara hingað yfir. Þú veist, þetta er akkurat það sem er að gerast í dag, þetta er 15 mínúna timeframeið sem er akkurat, já, hérna, þetta er SIBIN hér, en þið sjáu akkurat að ég vil að markurinn kemur inn í þetta sell-side liquidity og við förum aftur upp, því að þá erum við búin að uppfylla þennan 15 mínúna standard deviation, eða sem myndi kalla þetta market maker sell model. En hérna er akkurat mean settings, við höfum sem sagt 1 og 0, þetta er svolítið illa raðað upp hjá mér, en við höfum 1 og 0, við höfum -1, -1,5 í appisnu gulu, við höfum -2, -2,5 í grænu sem er take profit,
og -4, -3,5 í rauðu, svolítið svona rauður staður. Þetta, sorry, ég var að ná mér í monsterina, eitt stráng heiðalegu hvítur. En þetta svona það aðal hvernig standard deviation virkar, eða starffræðin á baku þetta. Þetta rosa einföld starffræði. Þetta ekkert eitthvað hvernig margir reikna út quantum theory, þið hafið örugglega heyrt það. Það sem sagt quarterly theory eða quantum theory, að hver einasta sekúnda einhvern veginn tímareiknið, og sjálfsögðu það þannig, en ég á enga vegu að fara að læra það allt of mikið bull, eða þú veist, ekki bull, fyrir mér það of mikið, því að þá ertu að fara allt of djúpt inn í hvert einasta kerti sem að myndast, þú veist, á einni sekúndu. Þú veist, þú ert að reikna hvað kerti að gera hver einasta sekúndu, mér finnst það of mikið. Þetta eins og gott dæmi þegar Bobby Fischer fór að reikna út alla starffræði möguleiki í skák, að hvert einasta move í skák og mát sem hvert einasta move í skák það alltaf eitthvað starffræðilega reiknilega séð hægt að finna út hvað andstæðingurinn minn gera næst, og þetta senda hann bara í geðrof, að hann var bara gjörsamlega geðveikur, og það akkurat það sem ég held mun gerast ef þú ferð að reikna út hverja einustu sekúndu. En þetta mjög einföld starffræði á bakvið standard deviation. Ég ætla ekki að taka fleiri dæmi hér, út af ég vil svolítið að þið farið og finnið þessa breikublokka og sjáu hvernig starffræði myndast, og þið munið líklega taka eftir að þú veist, eitt standard deviation sem eitthvað svona stórt, fatti, og þið takið svo annan standard deviation eitthvað starf hér, og þið sjáu að -2 svolítið á svipuðum stað. Ég vil að þið finnið svona dæmi og allt þetta, þannig að ég ætla ekki að fara dýpra í þetta. Ég veit ekki hvort ég farið yfir optimal trade entry, en það einnig líka Fibonacci eða the golden rule. Þannig að ef ég fer bara nokkurn veginn snögglega yfir það, en samt útskýra það á heiðarlegan hátt, að golden rule sem sagt að 0,5 0,5 0,6 618 0,705 og 0,788. Þetta sem sagt Fibonacci tölur eða the golden ratio, og þetta akkurat það sem ég hef dregið hér. 0,5, ég gerir bara 6,2 cirka. 0,75 mikilvæg tala, þannig ég hef akkurat 0,75, og 0,788 ég hef 0,79 cirka. Þið munið líklega sjá að markarar minn akkurat snerta eitthvað af þessum tölum, en þessi hérna rammi hér frá svörtu línu til svörtu línu optimal trade entry. Þú vilt helst kaupa eða selja í þessari range. Þetta sem sagt einhvern veginn svona, þetta sem sagt premium og discount. Þið viljið selja í premium og kaupa í discount. Sem sagt sem þýðir að ef við tökum bara einhvern veginn svona range, eitthvað svona, við tökum þá optimal trade entry af þessu, þá bannað að selja allt fyrir neðan 0,5, og það má bara selja allt fyrir ofan 0,5. Þetta svolítið regla sem að ICT harkalegur á, að ef að þeir byrja að selja fyrir neðan 0,5, þá þeir byrja að FOMO, fear of missing out, að þið einfaldlega að selja til að taka þátt. Það engin hugsunar átt á bakvið þetta, eða þeir ekki að pæla hvað þeir að gera. Þið sjáu bara markarar að hrynja þið á hvað að selja með. Þetta að brjóta reglur samkvæmt ICT. Mínar reglur ekkert endilega. Ef að FOMO mun virka, þá væntanlega mun ég taka FOMO trade. Ég mun væntanlega ekki flokka það sem FOMO, en hvernig ICT kennir byrjendum að það bannað að selja fyrir neðan 0,5, það má bara gera það fyrir ofan. Og einnig líka ef við tökum sem sagt bullish dæmi út í þetta, svona hins einn frá upp til niður, nei, það niður til upp, svona að þá bannað að kaupa fyrir ofan og það má bara kaupa fyrir neðan. Og hvernig við þá notum þetta optimal trade entry að við viljum sjá markaðinn koma tilbaka inn í þennan ramma hér, einhvern veginn svona, til að halda áfram. Eða, þú veist, hann getur jafnvel komið í rétt svo í græna áður hann heldur áfram, og sama með hér, rétt svo í og niður, eða alla leið upp og niður.
sem sagt að fyrir ofan 0,788 0,79 þá, oh my god, fyrir ofan 0,79 þá viljum við ekki vera í shorti, sem sagt að stopploss okkar á ekkert endilega að vera hér, fattiði, út af því að markar gæta sjálfsögðu vikkað upp og aftur niður. Við væntanlega að lesa kertin sjálf, ekki wickin sem að kertin mynda, þannig að stopploss okkar á ekkert endilega að vera hér, en ef að kerti byrjar að loka fyrir ofan 0,788 þá viljum við ekki vera í short, og sama með ef að kerti fara að loka fyrir neðan 0,788 þá viljum við ekki vera í longs heldur. En hérna hvernig ég hef þetta sett upp. Ég hef ekki 1 og ekki 0, ég hef bara 0,788 0,618 0,788 og 0,705 og 0,5 væntanlega. Ég vona að þetta er svolítið svona þægileg útskýring, en bara munið að ef að þið eru að kaupa fyrir ofan 0,5 þá eru þið að FOMO samkvæmt ICT, ekki samkvæmt mér, samkvæmt ICT, og fyrir neðan 0,5 í shorti þá eru þið að FOMO, þannig að þið eru svolítið að leitast að selja í premium og kaupa í discount. En já, þetta er þá starffræðina bakvið að treyta, þannig að við höfum algoritman, við höfum manipulation distribution og að lokum starffræðin. Þetta eru öll 3 aðal ástæðan okkur markaður hreyfist. Þau minna algoritmin er bara, það er búið að reikna út hvað markaðurinn gerir við daginn, sem sagt kauphöllin veit nákvæmlega hversu langt niður markaðurinn fara og hversu hátt markaðurinn fara, því að þetta er allt algoritmi, það er ekki banki sem hreyfir þetta. Bankin vísar hvert markaðurinn að fara, en hann hefur aldrei fulla áhrif á hvert markaðurinn að fara næst. Svo er það manipulation distribution, það er bankin, þegar við manipulatum þá kaupir bankin eða selur bankin og við þá förum með, og að lokum að starffræðin, það er svolítið undirpartur algoritmans, að það er alltaf starffræðileg reikning út frá öllu það sem markaðurinn gera, og við getum þá notað þessa Fibonacci starffræði til að finna út sirka hvert markaður að fara næst. En þetta er allt Fibonacci og hvert markaður að fara næst. Eins og þið sjáuð þá er markaður komin í -4, þannig að við skulum bara sjá hvort að, maður sjá, hann akkurat, er ekki akkurat á, hérna cirka, við fyrir mig 1 mínútuna, svona á lokum, hann akkurat snerti -0,4, -4 fyrir ekki, þannig að við skulum sjá hvort að markaðurinn fyrir upp núna, eða hvað hann mun gera næst. En ég heiti Ásmundur Ari, betur þessi gott að pissa, takk fyrir mig.